Komið sæl og verið velkomin í stefnumót í hádegi. Nú líður á páskum, svo í dag og í síðustu viku tókum við fyrir Jesú krossfestinguna og uppreisuna. Og Sverrir Jakobsson, sagnfræðingur, hann kom til ykkur í síðustu viku, hvetur ykkur til að horfa á það samtal líka. En í dag það Halldór Armand Ásgeirsson, rithöfundur, sem ætlar að koma og tala við okkur. Síðasta bókin þín sem kom út á síðasta ári heitir Við erum bara að reyna að hafa gaman. Já. Og á Storytel. Já, það passar. Það svona essayusafn, kallaði ég þetta. Ritgerðir hitt og þetta. Og já, bara allt milli himins og jarðar í rauninni, meðal annars smá guðfræði ef ég maður rétt. Já, það kemur eitthvað inn á þetta. Þannig að áhugið þinn á Kristi og krossfestingunni, hann ekki alveg nýr af nálinni. Hvenær fórstu að veita þessa eftirtekt? Hvenær vaknaði áhuginn á þessu málefni? Ég held þegar ég lít öxl, þá hafi ég alltaf haft áhuga á þessu, en ég persónulega tengi þetta minn áhuga á Kristi og krossfestingunni sérstaklega. Ég tengi þetta mikið við bara þegar mér fannst eins og æska mín væri að enda og ég væri að verða fullorðin manneskja. Já. Og þá fór maður að skilja þegar maður búin að ganga í gegnum ýmislegt í lífinu og kannski ekki síst upplifa bara erfiðleika og vonbrigði, að þá fór maður að skilja að þessi saga Jesú Krist sem maður hefur heyrt frá því að maður var barn, þá fer maður að sjá hana í nýju ljósi einhver leyti, líka bara skilja dýptina og ljóðrænuna og sannleikan og bara máttinn í þessari frásögn, og maður fer að skilja af hverju fólk listamenn, hugsuðir, fræðimenn, hvað sem þetta hefur leitað á fólk í mörg hundruð og mörg þúsund ár. Já. Þannig þegar þú fórst sjálfur að hafa tilfinningu fyrir þjáningunni í rauninni, það að búbla æskunnar sprungin og maður áttar sig á því að einmitt lífið þjáningarfullt, að þá auðvitað það rímar við þessa sögu einhverju leyti, einhverju með þér. Já, það rímar bara mjög mikið við þessa sögu og bara þessi frásögn saklausan mann sem myrtur og rís upp frá dauðum, en bara að þessi frásögn verði að einum af hornsteinum bara siðmenningarinnar og menningarsögunar ótrúlega magnað. Sagan af manninu sem tapaði. Og þú veit, þetta svo svakalega sorglegt líka, að það einhvern veginn ótrúlega til sem hugsa til þess bara hvað mátturinn í þessari frásögn magnaður. Af hverju heldur þú að Jesús hafi verið tekinn af lífi? Af hverju var hann drepinn? Þú hvað var svona hættulegt við hann? Já. Sverrir Jakobsson sagði í fyrra spjallinu að mikið af fólki gerist sagt það að sjá svona sinn Jesú. Já, sjá Jesú sem að þeim hentar. Já, sem hentar þeim, og ég mjög sekur það. Þannig að ég einfaldlega held að hann hafi verið myrtur vegna þess að hann sagði sannleikann. Já. Og það í þessu bara svo mikill sannleikur mér finnst í þessari sögu birtast einhvern veginn öll helstu lögmál mannlegra tilveru og líka bara hvernig mannlegt samfélag fungerar. Og þetta finnst mér vera svolítið lexían, að ef maður vill lifa í sannleika gagnvart sjálfum sér og öðrum og samfélagi sínu, þá það svo sannarlega verður það ekki auðvelt. Og það þarf að hafa fyrir hinu góða, það þarf að hafa fyrir hinu fagra, og það mun kosta svakalegar fórnir. Og þannig að ég sé þetta bara einfaldlega þannig að hann gerði sekur að segja sannleikann með stóru essi, segja of mikið á honum, og þetta bara ég meina maður sér hliðstæður þessa út allt í dag, að
fólk sem, ég ætla ekki að segja að nútíma samfélag leiði ekki sannleikan, en svona upp að vissu marki. Hann truflar. Hann truflar mjög mikið, hann getur truflað mjög mikið og mjög góð dæmi eru bara að maður sér hvað gerist fyrir blaðafólk í dag sem segir einhvern óþægilegan sannleika, það getur farið mjög illa fyrir því. Þannig að það er svona leksían í þessu fyrir mig að þetta við lifum í heimi sem vill ekki heyra sannleikan. Nei. Og það er kostnaðarsamt að ætla sér að taka sér þá stöðu, sko. Alveg mjög. Já. Ætli þessi hægt að vera innsti koppur í búri og segja sannleikan? Þú veist, verður mann ekki ítt út á lokum, sko? Ef þú spilar ekki leikinn? Jú, mér sýnist það. Ég held að það sé það sem gerist og ég held svona, ég reyna að hafa í huga að ég sé Jesús sem sko róttækling og byltingarmann sem á jaðrinum. Hann er jaðarmanneskja og og það er þar enn þann dag í dag, held ég, þar sem svona sannleikan er að finna. Hann byrjar alltaf þar og ég held að dýrlingar fæðist aldrei í alfara leið, sko. Þetta er alltaf á jaðrinum og það er einhver mikill sannleikur í því, sko. Og auðvitað, sko, Jesús þegar hann byrjar, hann er kannski, sko, þegar hann byrjar að starfa þarna þrítugt, sko, að það veit enginn hann, það veit enginn hver hann er og fyrir hvað hann stendur og svona, en hann tekur alltaf afstöðu með fólkinu á jaðrinum. Já. Hann tekur alltaf afstöðu með þeim sem eru, holdsveikir, þjófarnir sem enginn vill fyrirgefa eða eiga samskipti við og vændiskonurnar og allt þetta, sko, að hann staðsetur sig alltaf þar og gagnrýnir farisejana sem eru náttúrulega bara menntaða stéttin, þetta voru flottu kallarnir, sko. Akkurat. Hann er alltaf að gagnrýna þá og lokum hann gerir þetta svo lengi að lokum er hann kominn sjálfur á jaðarinn og er tekinn af lífi og fólk vill hann ekki, sko. Já. Ítir honum út. Já. Ef þú ætlar að taka afstöðu með þeim, þá ítum við þér út. Já, heldur betur. Ég held að og í þessu sé líka enn og aftur mikið leksía. Þetta eru uppfullt af leksíum og ég held að þetta er allt svo sko erfiðar leksíur að horfast í augu við, sko. Að þegar hann er myrtur, að þá er hann saklaus og ekki bara vitum við sem sko lesendur biblíunnar hans er saklaus. Þeir sem taka hann að lífi vita að hann er saklaus og segja Pílatus veita en hann er drepinn af því að hann er hataður. Ég sé þetta ekki öðruvísi, hann er bara einfaldlega hataður og það er svona það sem ég reyni, ég get nú ekki sagt að ég fari fyllilega eftir þessum, ég er svona, maður reynir að hafa í huga að því að við lifum í þjóðfélagi sem hatar marga og og útilokar og reynir að þakka niður í og það er allt saman gert í nafni einhvers konar kærleika, held ég, sko. Já, einhverju hugsjóna og ég efast ekki að það hefur verið nákvæmlega eins þarna að fólk hefur talið þetta mikið þjóðþrifaverk það átti að tryggja frið með því að taka hana lífi. Hann var að gera fólki órólegt, hann var að æsa upp í fólki, sko, þannig að það átti að halda stöðuleika. Það var stöðuleikinn, status quo sem átti að verja þarna. Já, þetta á alveg vel við í dag og þannig að ég er svona að reyna að hafa þetta í huga að þeirra bara tölur hreint út þegar fólk sem þjóðfélagið þolir ekki tjái sig að hlusta. Ég er ekki að segja að það endilega segir það er alltaf rétt fyrir sig að segja bara sannleikann en svona þetta er eina af þeim leksíum að og bara auðvitað áhugavert að hugsa til þess ef Jesú kemur fram í dag hvað væri hann og hvar myndi hann birtast. Ég ætla ekki að fara að brjóta heilann það. Og hvaða jaðarfólk myndi hann draga hann að miðjuna og segja bara, heyrðu, þið getið ekki ítt þessu fólki til hliðar, það er hann boði. Akkurat. Og svo stendur hann, talandi sannleikann, sko, og svo stendur hann fyrir framan Pílatus og Pílatus spyr hann er forvitinn, bara hver er sannleikurinn? Já.
og hversu pirrandi Jesús þá? Já, þetta Hann segir ekkert. Þetta finnst mér ótrúlegt moment í Biblíunni. Já. Og eitthvað svo, einhvern tímann skrifaði ég þetta og þá, sko Jesú hann þekktur fyrir það að hann segir svo margt gáfulegt maðurinn og vitulegt. Jú, mikið rétt, alls konar. En þarna finnst mér hann sko þegja svo snilldarlega sko. Að ég man ekki hvernig hann segir eitthvað sko hver sem af sannleikanum mun heyra rödd mín eða eitthvað slíkt sko og Pílatus spyr hann þá hvað sannleikur og þetta bara svo yndislega þetta svo yndislega sko kæruleysis eða þetta svo sko lítill dramatískt í rauninni í frásögninni sko bara Pílatus spyr hann hvað sannleikur og svo gekk hann á dyr eða eitthvað en Jesú svarar aldrei spurningunni hvað sannleikur og þetta finnst mér mjög svona í þessari þögn finnst mér felast mikil viska sko vegna þess að þetta náttúrulega bara mjög sko hvað við segja, mjög áberandi spurning bara í dag. Ég hefði verið mjög glöð ef hann hefði svarað sko. Það hefði bara verið mjög gott í dag að fá að vita svarið við því. Það hefði mögulega bara gert nútíma lífa aðeins einfaldara sko. Já, eða ekki. Eða ekki sko, ég held nefnilega þessu máli. Og ég kýsa, við lifum á tímum sem eru stanslaust að hugsa sko falskar fréttir og við eigum víst að lifa á tímum sem kallaðir eru post-truth, einhvers konar handan sannleikans sko. Það sem öllu ægir saman, lygum og staðreyndum. En það sem ég finnst svo brilljant við hvernig hann svarar ekki að ég held að svona sannleikurinn með stóru S-i fyrir fólk, fyrir mannkynið og fyrir einstaklinga eitthvað sem verður ekki tjáð með orðum. Sannleikurinn held ég að verði ekki skilgreindur. Hann eitthvað sem hvert og eitt okkar getur bara skynjað sko. Og ég held að það sé svona alltaf mesti sannleikurinn sem við upplifum og stærstu uppgötvanir sem við gerum í lífinu eru svona eitthvað sem við sko skynjum en ekki eitthvað sem við skiljum í rauninni sko. Og þannig að mér finnst þetta mjög svona, það hægt að líta á þetta þannig, þetta svona mín túlkun á þessu, en líka get ég alveg ímyndað mér að þegar Pílatus spyr hann sko, hvað þessi sannleikur sem við erum að tala sko, að þá svona áttan sig á því að fólk náttúrulega vill ekki heyra svarið við þessu sko. Já. En talandi sko þjáninguna að og þessi setning Jesú á krossinum sem auðvitað sko bergmál úr Davíðssálmum sko Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Já. Hvað þetta náttúrulega þetta svona lykilsetning í þessu drama. Þetta alveg svona þetta einn af svona hápunktunum í sögunni. Hvernig skilur þú þetta? Já, einmitt, ég skil þetta bara ekki sko. Nei, einmitt. Og þess vegna finnst mér þetta þeim mun áhugaverðara. Vegna þess að mér finnst svo gaman að koma að þessu öllu saman sem bara svona algjör leikmaður, nánast eins og krakki sko, að þá spyr maður sig byrju, Jesú sem Guð, hann þarna einhvern veginn nánast að sko hafna eða yfirgefa sjálfan sig. Já. Ég einhvern veginn að skilja þetta öðruvísi. Já. En kannski það sem þetta segir mér enn og aftur að tengja þetta við sannleikann og að svona deyja fyrir það sem þú trúir á og deyja fyrir sannleikann að þetta sýnir manni að þetta var svo sannarlega ekki auðvelt. Nei. Og sýna þessa staðfestu í gegnum alla þessa píslagöngu en efast ekki, en svo þegar þú ert komin upp á krossinn það búið að negla þig á krossinn og það allir farnir og það legur hráki niður líkama þinn
og þetta ekkit svona sérstaklega hugguleg lífsreynsla sko að sem síðustu andartök að þá komi efinn. Já. Þá komi efinn sko og Guð ekki örugglega þarna með mér? Er hann ekki já, þarna? já. Og- Er þetta kannski bara til einskis? Já, og þetta held ég enn og aftur svo svakalegur sannleikur einhvern veginn að stærsta þrautaganga fólks svo oft ekki ytri aðstæður heldur barátta þín við efann. Já. Og þetta svona gerir, ef svo má orðið komast, gerir Guð svo mennskan, sko. Þetta er rosalega mannleg setning. Svakalega. Já. Svakalega. Og það þetta, sko, og maður heyrir þetta svo oft, einmitt þegar fólk að fara í gegnum þjáningu, þegar það að fara í gegnum, sko, áföll og lífið fer ekki eins og það ætlaði því að fara, að þá vaknar þessi spurning, byrju, er búið að yfirgefa mig? Hvar er Guð þegar ég að fara í gegnum, sko, mína erfiðustu tíma? Af hverju lét Guð þetta gerast? Já. Að það sko, þetta er tilfinning, þetta er spurning sem að vaknar hjá, sko, nánast hver einustu manneski sem fer í gegnum hræðilega tíma. Já. Og að mörgu leyti held ég að það sé óhjákvæmilegt að vera einmana þegar við finnum til. Já, í þessu einhver mikil dýpt og mikil sannleikur og ég tengi sko aftur við svona mín persónulegu tengsl við þetta og áhuga að svona þegar maður verður fullorðinn eftir að hafa verið í æsku eitthvað með alls konar drauma og með alls konar hugmyndir og svo áttar maður einn daginn á því þetta ekki, maður stýrir svo litlu. Já. Og fyrir því koma hlutir, stórir og smáir, sem þú baðst ekki og það einhvern veginn að við reisum okkar hugmyndasögu að vissu leyti á bara hreinni þjáningu og niðurlægingu og einsemd svo ótrúlega satt eitthvað sko. Af því allt þetta eitthvað sem að við öll óttumst, við öll reynum, gerum okkar besta til að forðast, menningin okkar, við persónulega. Þú veist, það allt, við viljum ekki vera taparar, við viljum vera sigurvegarar, við viljum ekki þurfa að fara í gegnum óþægindi. Við gerum allt til að gera lífið okkar þægilegt og svo þetta Guð. Já, þetta Guð og þetta þessi atburður, þetta einhvern veginn bara það síðasta sem þú getur ímyndað að vilja komið fyrir þig, sko. Já. Og þannig og að það sé Guð en ekki sigurvegari í svona okkar hefðbundna skilningi á því bara svo magnað og svo fallegt sko. Og á sama tíma finnst mér það að Guð hafi farið í gegnum þetta, að Guðin okkar sé einmitt þessi sem að sko bara upplifði niðurlægingu, upplifði þjáningu, upplifði það að það fór allir. Það svo mikil huggun. Já. Að bara meiri sé að Guð veit hvað þetta er. Já. Þannig að sko að þegar maður fer í gegnum erfiðu tímana að sko Guð ekki að fara að taka þetta frá þér. Guð ekki að fara að slétta veginn fyrir því áður og ferð út í lífið en Guð að fara að vera með þér. Og þú hefur eitthvað með þér sem veit, sem þekkir á eigin skynni. Það er rosaleg huggun í því fólkin. Já, einmitt. Ég geng með kross í eyranu sko, sem bara svona eins og margir í dag reyndar en fyrir mér þetta tákn þessa bara þessa sýn á lífið og á mannlega tilveru sem einhvern veginn birtist þarna og ég bara laðast rosalega mikið að list sem krossfestinguna og tengist krossfestingunni vegna þess að og maður einhvern veginn skilur svo vel að þetta hafi leitað á fólk í öll þessi ár, í þessi 2000 ár vegna þess að þarna birtist bara einhver ótrúlegur hryllilegur sannleikur í rauninni sem við á einhvern nátt bara þekkjum öll og skiljum öll. Já. En óttumst og forðumst. Sko. Nefnilega. En svo það þetta, sagan endar ekki í þjáningunni, hún endar ekki í
með dauða og dimmri gröf. Nei. Hún endar í upprisu. Já. Hvað hvernig skilur þú það? Það já. Enn og Í aftur. hverju sigurinn fólginn? Já, það er þessi... maður hugsa þetta svolítið að því að einhvern leiti getur maður að segja þetta sem sko sannleikurinn sigrar að vissu leiti. Og hann deyr fyrst, þannig að ég svona... Það einhvern veginn sko lygin er sæt til að byrja með en bitur til lengri tíma. En sannleikurinn er mjög oft bitur til að byrja með en hann er sætur til lengri tíma. Þannig sé ég þetta svolítið. Og mér finnst bara sko dýptin í þessari hugmynd í síðustu verða fyrstir og að Jesú sigrar og í raun lifir í gegnum það að deyja og sigrar í rauninni í gegnum það að ekki bara tapa, heldur algjörlega játast því, sko. Að það sé einhvern veginn leiðin til upprisu finnst mér vera einhver rosaleg lexía sem er erfitt að koma í orð, sko. En ég held að það tengi allir við þetta, við lifum í samfélagi sem á yfirborðinu lofsamar sigurvegara. Alveg, ekki spurning. Fólki sem gengur vel, fólk sem fæðist inn í allsmektir. Við erum í keppni. Keppni. Það er keppni, já. Og hún er einhvern veginn svo skelfileg en samt held ég að það viti allir innst inni að þetta er náttúrulega ekki Þetta er lygi. Þetta er lygi og þetta er ekki vegurinn að neinu æðra, sko. Nei. Og sannleikurinn lífið er einmitt að hann er mjög oft grimmur. Já. Og við að einhverju leyti má segja að við töpum án afláts í lífinu. Það er alltaf eitthvað erfitt að gerast. Það er í rauninni ekki í boði að vinna. Nei, þetta er svo mikið tálsýn, sko. Við höppum sigurvegurum, við erum í keppni. En svo sannleikurinn sá að við fæðumst til þess að tapa. Ég meina við fæðumst og við munum öll deyja. Já, því líka svoleiðis. Og við tökum ekkert að þessu með okkur sem við erum að vinna með í keppninni, sko. Já. Og líka bara ef við erum svo heppin að njóta farsaldar í lífinu, að þá getur hún alltaf horfið hvenær sem er, sko. Og það er ekkert eitthvað sem við höfum stjórn á. Nei. Þannig að fyrir mér er svona þær stundir sem sólin skín á okkur í lífinu, þú veist, það er eitthvað sem við eigum að svona raunverulega að kunna meta og sjá sem sko blessun vegna þess að hitt er miklu frekar reglan. Þetta er erfitt og þú veist, hlutirnir fara ekkert alltaf. Þetta er hark. Þetta er hark og við erum bara upp á náð og miskun svo margt sem við höfum ekki stjórn á komin. Þannig að það er einhvern veginn að játast, sko, við getum orðað að játast krossfestingunni, játast því sem það er verið að kenna okkur þar, að það sé ákveðin, sko, leið til sigurs, einhver leiti, ekki til sigurs en til þess að svona, til þess að sjá þetta líf í réttu ljósi og ég held að það sé svona einhver leiti leiðin til þess að öðlast sátt og kannski þar að leiðandi einhverja hamingju líka. Þannig að þannig sé ég upprisuna. Já. Og Jesús er þetta alltaf að segja okkur að vera ekki hrædd. Hann er alltaf að segja verið óhrædd. Það er ekkert að óttast. Og svo horfum við á lífið og bara, það er endalausir hlutir hérna að óttast. Hvað meinar með verið óhrædd? Já. Og en hann bara, þetta er, það er búið að sigra, skilur. Þetta er, verið bara óhrædd og lifið af alefli og vinnið í Guðsríki. Þetta er verið ekki að hafa allar þessar áhyggjur. Nei. En við hlustum nú ekki alltaf á það. Nei, það er bara, þetta er bara svo erfitt að vera manneskja oft. Já. Og það er bara, ég enn og aftur, ég fer alltaf aftur og aftur í þessa
þessa skelfilegu þjáningu sem einhvern veginn nær hámarki sínu þarna á krossinum, að þetta kennir mann líka að þetta bara það þarf að hafa fyrir þessu öllu og þetta verður mjög erfitt en á sama tíma einhvern veginn verkefnið að halda í trúna og vonina. Já, einmitt. Og það auðvitað það líka svo hættulegt að vera hrædd. Já. Af því þegar maður horfir á stóra samhengi, jú, Jesús tekinn af lífi og svo maður vikkar aðeins linsun og horfir á allt þetta fólk sem rauninni knýr áfram atburðarásina, þau eru svo hrædd. Já. Og það er múgæsingur, þú veist, það og af því að hann ruggar bátnum, Já. Og allir vera hræddur í sannleikanum, við þurfum að sefa óttan okkar með því að losa okkur við hann ótrúlega óþægilega mann. Já. Og það í rauninni óttin og ótti, Rómarveldi sem var auðvitað bara stærsta valdið í veröldina þessum tíma og ótrúlegt vald sem samt óttaðist þennan mann. Já. Og hvað hann gæti hugsanlega gert þessu valdi og þess vegna er hann tekinn af lífi. Það er þetta óttin þarna undir liggjandi svo mikið. Já, einmitt. Það maður sér hann Jesús svo mikið sem aftur sín og Jesús sem hendar minni sín og lífi mjög vel en hann er myrtur fyrir það að vera rödd sem afhjúpar vald sem á ekki rétt á sér og gerir ekki rétt og það er auðvitað alveg rétt að þar undirliggjandi er ótti og það sem þegar Jesús segir Guð minn hví hefur yfirgefið mig þar kemur fram efinn sem ég held að sé svo ofsalega mennsk tilfinning og óttinn það auðvitað líka en ég held að verkefnið sé einhvern veginn og kannski það sem maður getur lært frá þessu maður má sama hvað dynur á að berast gegn óttanum Já. Það er að skynja sannleikan og lifa í ákveðnu óttaleysi að vera standa ekki bara við krossin eins og rómverskur hermaður að fylgja skyldu sinni að ekki vera þar. Nei, einmitt og þetta held ég eitthvað sem maður reynir að leiðir hugan að það við erum alltaf okkur í rauninni kennt að vissuleyti að treysta ekki því sem við skynjum sem sannleika það sífellt verið að segja okkur eitthvað hvernig hlutirnir eru og kenna okkur eitthvað okkur að treysta kannski valdinu frekar en skynjuninni fullkomlega og á meðan ég held að verkefnið séu ofta að læra betur og betur að treysta minna á það sem hugsanir og þess áttir segja okkur og meira því sem við skynjum að það sé rétt Og kannski þetta einmitt eins og þú ert að segja svolítið sagan endalausa að verkefnið að heyra þau sem að afhjúpa valdið og vanda sig við að taka afstöðu þar vera ekki í hjörðinni að hafa eyru til að heyra í þeim sem eru raunverulega að afhjúpa valdið sem að misbeita. Já, en þessi saga kennir manni líka það að það er ekkert grín það eru örlög að ætla sér að reyna að lifa þannig aftur hann er myrtur vegna þess að fólki vill það býður hann sem fjarlægður já og það hlýtur að kenna okkur það að ef eitthvað sambærilegt myndi gerast í dag þá er hætta á því að nákvæmlega sama myndi gerast að það því vilji meiri hlutans að þessi manneskja því fjarlægð og ekki bara fjarlægð niðurlægð og hötuð þannig að þetta er bara óendanlega heillandi viðfangsefni og eitthvað sem maður hættir aldrei að hugsa Nei. Og maður er sífellt að koma auga á nýjar og nýjar leksjur í þessu og það er svo skemmtilegt við það að lifa maður er í sífelldri endurmótun maður er alltaf að læra eitthvað nýtt og þannig getur maður að sé þessar stóru sögur og þessar stóru leksjur sem okkur býðst að nema af í alltaf nýju ljósi þannig að þetta viðfangsefni er einhvern veginn aldrei tæmt Nei,
Takk innilega fyrir að koma til okkar og taka umræðina þessa sögu og ég hvet ykkur öll sem eruð að horfa og hlusta að fara svolítið með þetta inn í páskana. Nú eru páskarnar á næsta leyti, það er helgihald framundan, það er verið að rifja upp þessa sögu og lifa þessa sögu, að við skulum vera samferða í gegnum þessa páska. Það er nefnilega það rétt, það er af ýmsu að taka. En takk innilega fyrir að koma. Já, bara takk fyrir mig. Já, og takk fyrir áhorfið. Verið sæl.